Komiði sæl, þetta Pólitíkin 70. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti hef ég fengið til mín Vilhjálm Árnason, ritara Sjálfstæðisflokksins og þingmann Suðurkjördæmis, til að ræða við mig hringferð þingflokks Sjálfstæðisflokksins sem að þetta árið hófst í febrúar og verður nú framhaldið síðar í þessari viku frá 50 til laugardags, en þá daga verður þingflokkurinn á Akranesi, Búðardal og Vestfjörðum. Vertu velkominn, Vilhjálmur. Takk fyrir. Nú þetta 5. hringferð þingflokks frá upphafi og fyrsta ferðin var farin í febrúar 2019. Ég var einmitt í þeirri ferð og upplifði stemminguna og ég man að svona einn og einn tóku þannig á móti manni að þeir sögðu að þetta væri nú bara í eitt skipti og þingflokkurinn kæmi nú aldrei og svo framvegis. Við þekkjum þetta oft áður, en nú eru þær orðnar 5 talsins og ég held að ég leyfi mér að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi brotið ákveðið blað í sögunni þegar hann hóf þessar ferðir, þessar hringferðir. Aðrir flokkar höfðu ekki gert þetta og hefðin hafi kannski verið meira svo að þingmenn hvers kjördæmis voru bara í sínu kjördæmi. Hvað hafa þessar hringferðir gefið þingflokknum og af hverju farið þið árlega? Já, við hefum allan að náða að brjóta mýtuna það að við komum bara fyrir kosningar og við erum ekki þannig flokkur, heldur erum við svolítið, viljum við vera úti hjá fólkinu og þetta er kannski svona einhvers konar endurgerð á sumargleðinni eitthvað, en við erum náttúrulega kannski aðeins öðru sem formörkjum, en þetta er búið að gefa okkur alveg svakalega mikið og þetta skiptir miklu máli að fara út og hitta fólki á sínum vettvangi og einmitt að hafa þetta árlega þannig að fólk viti af þessu og þetta sé reglulegt og fyrir mig persónulega hefur þetta gefið mér alveg svakalega mikið, bara þegar ég er að ferðast landið þá er maður miklu upplýstari og með meiri yfirsýning hvað er að gerast á hverjum stað, en það sem ég held að sé best við svona hringferði að allir þingflokkurinn er að fara saman, þannig að þingmenn er að fara í önnur kjördæmi og við erum að upplifa svolítið svona aðstæðu hvers þingmanns fyrir sig, þannig að þegar að verkefnin koma svo inn í þingflokkin til umræðu að þá erum við öllu sömu blaðsíðunni, við erum með sömu andlitin á bak, við erum með sömu verkefnin og sömu áskoranirnar og þannig að þetta gefur okkur alveg heilan helling og líka bara öll tengslin og það er allt annað að vera að vinna með fólki sem er búin að hitta á sínu vettvangi og tengir við einhverja aðstæður heldur að vera að fjalla um eitthvað mál sem er bara einhver stafur á blaði. Þið fóruð hringinn í febrúar og eru nú að klára það sem að stóð eftir í Norðvesturkjördæmi, en þið eigið fleiri svæði eftir, Vestmannaeyjar til dæmis í þínu kjördæmi og svo höfuðborgarsvæðið. Er eitthvað að vita hvenær þessi svæði verða kláruð? Já, við erum búin að fara, eins og segir, 5 sinnum og þetta er orðið árlegt og orðin hefð sem er gott. En við höfum aldrei farið þetta alveg eins. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt á hverju ferð og erum að aðlaga þetta. Og núna ákvaðum við að gefa okkur kannski aðeins meiri tíma í þetta og gera þetta öðruvísi. Þannig að við erum búin að fara hringinn en eigum eftir Vestfirðina sem við erum og Vesturlandi sem við gerum núna að Vesturlandi á hluta sem við gerum núna helgina og svo förum við einhvern tímann í sumar til Vestmannaeyja, við erum að vinna það með heimamönnum, en svo hefur við ákveðið, kjördæmavikunar eru 2 á eina hausti og eina vori og við höfum alltaf nýtt kjördæmavikuna á vori í þetta, við erum að fara í febrúar og það má alveg segja það að við höfum aldrei mist að fundi 7.13 út á ófærð eða veðri. Það var tæft núna en við fundum leiðir til þess að komast á milli staða, þannig að það er alveg ótrúlega gengið vel og það er svona misjafnt hvernig kjördæmin hafa nýtt kjördæmavikuna að hausti, en við ætlum að prófa það núna og einblína á höfuðborgarsvæðið í haust, þannig að kjördæmavikuna í haust þá munum við vera meira hér á höfuðborginu og heimsækja fyrirtæki og fólk og sveitarfélög og sveitarstjórnir. Gaman að skuli nefna þetta með að það hafi komist á alla staði, nú erum við báðir á landsbyggðinu og vitum hvernig er að þurfa að komast á milli staða í öllum veðrum og allan ársins hring og sækja vinnu og koma börnum í skóla og allt þetta sem fylgir því að búa út á landi. Kannski ákveðin svona lærdómur fyrir þá sem ekki búa við þetta, að þurfa að kynnast í hvernig samgöngur eru all land. Maður myndi halda að menn dragi eitthvað lærdóm af því og getur svolítið sett sig inn í þær aðstæður. Já, það eru mörg atvikin sem það hefur komið alveg skýrt að aðstæður eru mismunandi og líka bara hvað náið þegar við erum komin heim í okkar sveit. Við hringjum bara í þennan og þá reddum við svo, við vitum þarna með færðina og
og svoleiðis og einmitt að það bara ófært og talandi Vestmannaeyjar að það sé bara að koma fyrir í apríl að það sé ekki siglt og þarna og hvað erfitt að fljúga og veist, þannig að þetta mjög hollt fyrir alla þingmenn að fá að kynnast þessum aðstæðum sem fólk að lýsa þegar að berjast fyrir sínum verkefnum. Þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Sko. Þið tókuðu upp ákveðna nýjung í ár þegar þið fóruð að heimsækja fólk heim eða fóruð í svona heimboð eitthvað skonar þar sem að fólk bauð til sín vinnum og vandamönnum og kunningum og þingmenn fóru heim og tóku svona spjallið. Þetta svolítið nýtt, þetta ekki svona hefðbundið fundaform þar sem bara ákveðin fundarstaður og allir mæta. Segðu mér aðeins frá þessu og svona hvernig þetta tókst til. Þetta heppnaðist alveg rosalega vel og skipti miklu máli að því að ég finn það bara, veist, þó ég sé ungur en búin að vera lengi í pólitík að þá finn ég með svo mikla breytingar að kjörnir fulltrúar að svolítið að fjarlægast bara eftir að kjördæmin stækkuðu og sveitafélögin hafa stækkað og fólksvildinni meiri þá einhvern veginn svona almennt eins og kjörnir fulltrúar sé aðeins fjarlægri hinnum almenni og fólk veit svona aðeins erum bara minna inn í stjórnmálunum, þekki stjórnmálamenn innan síður og annað slíkt sko og á einu vinnustaðnum að þú nefndir áðan að það var sagt að við kæmum bara rétt fyrir kosningar sko, að við komum mann í eina bæjarskrifstofuna og þá sagði starfsfólkið þar, hvað eru kosningar? og þannig að við erum að reyna þá nálgast fólki eitthvað nýjan hátt og það er fullt af fólki sem er alveg spennt og vill koma að hitta stjórnmálamann en er ekki að fara á opinn pólitíska fundi þess. Fólk vill kannski síður opinbera sína pólitíska skoðanir og er kannski ekkit bundin einum flokkum en vægri sér samt við að mæti á flokkunum. Þannig að þarna vorum við bara svona í öruggara umhverfi og þau voru bara heima við vinnu sínum og þarna kom stjórnmálamadurinn og þá fenguðu miklu meira návígi við hann og þetta heppnaði, það var látið mjög vel á þessu og þarna kom fullt af fólki sem væri ekki að fara að mæta á opinn stjórnmálafund. Talandi opna stjórnmálafundi, þið hefið þessa lotu núna á sumardaginn 1. og verðið með nokkra opna viðburði. Þeir eru með sumarkaffi á Akranesi á morgni sumardagsins 1. og súpufund á Patreksfirði og opnum fund í Bolungarvík til dæmis í þessari lotu. En svona hvað annað eru það að gera í hringferðinni? Þetta er mjög fjölbreytt og við reynum að skipuleggja þetta eins mikið við getum með heimafólkinu. Þannig að fólki í flokknum heima á vettvangi fái svolítið þetta að segja hvað hendi best á hverjum stað fyrir sig. Þannig að við erum með þessa opnu fundi, þannig að allir séu bara velkomnir og hitta okkur og þá reynum við einmitt á þessum opnu fundum, tengslum við það sem ég er að segja áðan, að við dreifum okkur bara borð. Þannig að það er ekki svona ræður yfir allum hópnum, heldur bara þetta svona miklu meira náið, þannig að við þingmenninni dreifum okkur bara borðin, þannig að þá erum við bara að tala við fólki okkur í borðið og færum okkur svo milli borða. Svo erum við mikið að fara í fyrirtækja heimsóknir eða stofnanir eða að skoða eitthvað sem að heimamenn leggja þá oftast til og er þá fyrirtæki sem er í einhvers konar nýsköpun eða skipta samfélagi miklu máli sem öll fyrirtæki gera náttúrulega en er kannski og svo er kannski eitthvað mál sem við þurfum sem er að hamla einhverju framþróun á svæðinu og þá er nýtt tækifærið og við förum á vettvanginn bæði hvort sem við séu stofnuninni eða fyrirtækinu eða hvað það er sko. Við höfum farið meira svo hitt smiðið þar sem er að smíða einbýlishús og bara að því þar var að vera að fagna því að byrja að byggja íbúðir í litlu sveitarfélagi út á landi og eigendurnir bara leiða okkur að koma og skoða húsið og þar voru að sjá hvernig húsnæðisvandinn er oft vissin og við erum með þessi heimboð og við erum að funda stundum bara með sveitarstjórnunum og þannig að þetta er alls konar og þarna fær maður að kynnast svo miklu hvernig atvinnulífið út á landi, hvernig mannlífið gengur fyrir sig og fá að sjá bara hvernig atvinnuveginn er að starfa, eitthvað sem maður sér oft bara í sjónvarpinu en áttar sig ekki á allri vinnunni og sumt er svo bara einfalt á bakveð og þá verðist stórt og svo öfugt sko. Talandi atvinnulífið og þú nefndir fyrirtækja heimsóknir, það er aðeins munur á því að halda opinn fund eða fara inn á vinnustaði og svona hvernig er ykkur tekið á vinnustöðunum? Hvað fáið út úr því að þú komst aðeins inn á það að kynnast atvinnulífinu svona vítt og breytt og líta menn á þetta sem áreiti eða eru menn bara ánægðir að fá að sýna ykkur það sem þeir eru að fást við? Já, almennt séð er þetta svolítið þannig að fólk vill fá okkur
og við erum miklu frekar, við komumst á færri staði heldur en þó að stjórnmálamenn lendi nú sjaldnar í því, en þegar við erum í þessum ferðum og má eiginlega segja að eftirspurnin er meiri heldur en framboðið sem við getum veitt í þessu. Það vilja allir fá að sýna okkur. Fólk er stolt af því sem er að gera, en það þarf líka ofta að fá betra rekstrarumhverfi og til þess erum við erum að hjálpa atvinnulífinu og heimilunum að láta reksturinn ganga betur upp og þannig að við höfum það all betra og aukum velferðina. Þannig að fólk vill koma og segja frá og vill að við séum koma til þeirra, og svo er líka svo gott við fyrirtækjaheimsóknirnar að við hittum þá líka starfsfólkið sem er náttúrulega bara þverskurðurinn á þjóðfélaginu. Þannig að þar hittur líka fjölbreyttan hóp sem er ekki að mæta á pólitíska fundi, er ekki í heimboðinu eða eitthvað svoleiðis, að þá hittum við líka fólki sem er að vinna störfin og þau sjá að við höfum áhuga á því sem þau eru að gera. Talar rekstrarumhverfi fyrirtækja, maður svona veltir upp, eru mismunandi áherslur á milli svæða út frá rekstrarumhverfi sem er náttúrulega bara byggt á sömu löggjöfin og regluverkinu, þannig séð svona, finnur þau fyrir miklu mun á milli þessara svæða sem þau eru að heimsækja? Já, kröfum eða þeim sjónarmiðum sem bæði og almennt séð get ég lýst þessu mjög stutt. Þegar við förum út á land og hittum hvort sem sé sveitarstjórnirnar, íbúana eða fyrirtækin, þá segja þau, hafið bara grunninnviðina í lagi. Við getum bara farið eftir vegunum, fáum heilbrigðisþjónustu og fáum vatn og rafmagn og leyfið okkur svo bara að sjá rest. Láta okkur bara í friði. Ef þið hafið bara grunn í lagi, þá skulum við sjá verðmætasköpun. Ef þið eru ekki að setja á okkur einhver álögur og skatta og boð og bönn, Og þá getum við nýtt auðlindirnar ábyrgan hátt og skapar verðmætin. Og þú sér það á Vestfjörðum, þau eru mjög stolt af því að standa undir svona 5% af útflutningsverðmæti Íslands bara einni atvinnugrein, bara í laxeldinu. Þannig að það margt og svona sem eru að benda okkur á. Þannig að við sjáum það að það alltaf eitthvað svona trend í hverri ferð. Eins og núna þá mörgum stöðum sem komið og vantar bara höfn. Það fyrir ferðaþjónustu, það fyrir laxeldi, það fyrir uppsjávarfiskinn, það bara til að halda grunnfisk. Þannig að hafnirnar eru gríðarlega mikilvægar og þetta var bara nálagst í öðru hverju sveitarfélögum sem komum, sem vantaði bara að stækka höfnina eða nýja höfnina eða endurbætana. Heitt vatn er mjög víða sem vantar bara heitt vatn. Flutningskerfi, raforku og dreifikerfi raforku, það var mjög hátt og orkukostnaður. Og svo náttúrulega samgöngurnar og það fullt af svona. Þetta tengist bæði öryggi og íbúa, velferð íbúana en líka velferð fyrirtækjana. Talaði áðan að það var jafnvel meiri eftirspurn eftir ykkur en frambúða bara vegna tímaskorts og við finnum það töluvert hér á skrifstofunni að hringferðirnar hafa notið mjög mikillar athygli og verið góð mæting, maður tekur eftir því og það hringt töluvert þegar þið eruð á ferðinni og fólk að velta því fyrir sér hvenær þið komið og svona, þannig að maður sér að það fylgst með og það eftirvænting eftir ykkur. Á sama tíma alltaf verið að tala að það sé minni áhugi á stjórnmálum og stjórnmálamönnum sem ég ekki alveg sem að eigi verið aukast stiðast. En svona, hvernig lítur þú á þetta? Er áhugin minni með við þessa reynslu sem við höfum eða er mögulega bara fólk getur ekki gefið sér tíma til að koma lengur á þessu opnu fundi, það hafa allir svo mikið að gera. Hvernig svona þitt viðhorf á þessu? Já, áhugin er alveg til staðar og fólk finnst alveg merkilegt að hitta þingmanninn og kjörum fulltrúa og vill fá hann til sín og segja frá sínum aðstæðum. En þau eru kannski orðin svona, svolítið, eins og ég sagði hann, þetta er orðin fjarlægra því þau eru svolítið feimnari við þetta, halda sér alltaf síðan einhvern veginn að trufla okkur og eitthvað svona. En svo er það líka sem mér finnst vera mýta að fólk heldur að sé ekki nóg mikið inn í stjórnmálunum, ég veit ekkert þetta. Og ég held að það sé kannski svolítið út af því að stjórnmálin eru farin að svona þessi grunngildi, þessi hugsjónaumræða og bara þessi basic pólitísku umræða,
hún búin að víkja svolítið fyrir öllum þessum háaða og við erum að tala miklu meira formið og við erum að tala einstaka málaflokka og einstaka mál, staðan fyrir að bara tala hérna grunngildin og þessa grunnpólitík. Þannig að stjórnmálaumræðan svolítið öðru en að það kannski bara færri sem finna sig í þessari umræðu. En svo þú komin í návíð og þau geta rætt bara við þig á þess að vera með allan fundin að hlusta eða alla kaffistofuna eitthvað, þá fólki algjörlega tilbúið í þetta og vill ræða málin. Svona, þú komst aðeins inn á áðan svona þessi stóru mál sem að virðast vera víðast hvar, samgöngur, raforkuöryggi og svo framvegis. Væntanlega þó einhverjar kannski áherslu munur á milli svæða auðvitað, eðlilega, menn að berjast fyrir ákveðnu vegi hér eða einhverju sérstöku annar staðar. Nú það að fara inn á Vestfirði og hérna, maður þurfast að telja þetta upp áðan, þá einhvern veginn sá ég fyrir mér að þetta væri einmitt allt mál sem að Vestfirðingar getu talað orkuöryggi og hafnir og samgöngur og annað. Svona reiknaru með að áherslur núna eða frá því í febrúar það sé eitthvað breyting á því, eru þetta bara málin eða hverju býstu við í þessari ferð? Já, samgöngunar náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt hverju, og fyrst þegar ég byrjaði á þinginu, þá var ég kannski að ræða við til dæmis í Skaftárhreppi það að þá var ekki símasamband og börnin kom ekki heim í skólan, heim helgar út af því að þau gátu ekki lært, þau var ekki netsambandi og vantaði rafmagn og eitthvað svona og malavegir. Meðan hér á höfuðborgarsvæðinu þá var allir að rífast yfir íbúðalánasjóði og skuldum heimilana og eitthvað svona. En mér finnst þetta hafi verið meira svolítið samþætt núna. Nú samgöngumál og eitt af stóru málunum hér. Sorpmálin og úrgangsmálin orðið mjög stórt mál hringinn í kringum landið, þannig að þetta að færast svolítið í þessi grunninnviði almennt, en ég býst svolítið við einmitt á Vestfjörðunum að það orkuþörf, það eru samgöngur sem svolítið stóra máli hjá þeim og það sem að þetta snýst svolítið í grunninn, að það þessi auðlindanýting, að fá að nýta auðlindir hafsins fyrir lagareldið og þau fái að nýta auðlindir Vestfjarðakjálkans til að skapa orku og þá segja þau bara, þá erum við bara sjálfbær, þá þurfum við enga aðra ölmusu, þá bara byggist hér upp atvinnulíf, við eigum bara fullt af tækifærum til verðmætasköpunar, þó við séum fá og þó þetta kosti pening, en þá skaffar þetta margfalt meiri pening. Þetta bara skilaboðin sem þau að senda okkur, það bara þannig. Og þau vilja bara hafa öruggar og góða samgöngur og þau vilja hafa einhver orku og þá kemur atvinnuuppbygging. Þau að kalla eftir þjóðgarði og þau að kalla eftir orku. Þetta allt náttúruverndarsinna. Þau kunna það að slátra ekki náttúrunni. Talandi samgöngur, nú vegurinn Teigsskóg sem að leysir þá af Hjallaháls og Ótrúsháls meðal annars og hefur verið gríðarlega mikið baráttumál fyrir Vestfirðinga, nú það loksins að verða veruleika. Og það auðvitað einn forsenda fyrir því að atvinnulífið þarna geti blómstrað og íbúarnir geti sótt þjónustu utan svæðisins með auðveldari hætti. Ykkur önnur samgönguverkefni, þú þekkir þú samgöngumálinu auðvitað mjög vel, hafandi verið í þeim málaflokki í þinginu og ykkur önnur svona samgöngumál eða samgöngubætur sem við erum að horfa á Vestfjörðum? Já, við hefum mörg verk óunnin þar og gegnum tíðina, við þurfum náttúrulega að klára dynjandi segði líka til þess að klára þetta verkefni almennilega og þar hefur núna verið að byggja nýjan veg yfir dynjandi segði og þarf að klára hann til þess að sé nýja framkvæmdin gagnist nú fullkomlega en svo segja margir að í framtíðinni þinnu alveg pottet að gera göngundi dynjandi segði líka. En það sem ég ætla að segja sem á við Austfirðina og á við Vestfirðina og Norðurland, svona Norðurlandi líka, að við höfum alltaf að ræða eins og þessi vegir sem þú nefnir til þess að tengja byggðarlög við önnur byggðarlög. Landshlutanna, þú ert að tengja þá saman. Nú erum við að færast inn í kannski næsta verkefni að það að búa til að sameina innan landshlutanna. Þannig að Vestfirðir sé þá einir Vestfirðir, sé ekki hvor landslutin á veturnar. Og við erum alltaf að hvetja til sameiningar sveitarfélaga. Við erum að samþætta opinbera þjónustu og vinnusóknarsvæðin að stækka og
þá þarf bara að vera, og það verður ekki leyst nema með aukinni gangnagerð á milli bæjarfélaga á Vestfjörðum, á Austfjörðum og víða. Og þá, þegar þær samgöngubætur koma, að þá er þetta orðið miklu stærri og öflugri samfélög og þá mun íbúafjöldinn stækka þar og verðmætasköpunin verða meiri. Þó þetta sé dýra framkvæmdir, að það allir tala um, þetta eru dýra framkvæmdir fyrir fáa íbúa, sko. Og eins og við förum í Súðavík líka og þau eru að bíða eftir göngum til þess að bara inn á Ísafjörð, til þess að losna við Súðavíkurhlíðina og fleira, að það er fullt af svona verkefnum og þetta eru flest allt göng, af því að þeir eru kannski ekki með marga tengivegi en svo þau fyrir með Borgarfjörðin og Suðurlandið og Húnavatnssýsluna, þá er bara, og líka eins fyrir austan, þar eru tengivegirnir alveg risadæmi og svo eru sumstaðar eins og Suðurlandi og Austurlandi að þar eru hálendisvegirnir alveg mjög mikilvægt verkefni, þannig að það er nóg að gera í samgöngumálunum. Þó við tölum bara um vegina, hafnirnar og ferjurnar og almenningssamgöngurnar og flugið og allt saman. Þú nefndir þarna að tengja saman innan fjórðungsins og ég man í fyrstu hringferðinni þá fekk þingflokkurinn aðeins að kynnast í þegar við fórum með bát frá Þingeyri yfir á Bíldudal meðan var verið að bora göngin á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Já. Og Dynjandisheiðin var bara lokuð þarna í lok mars, byrjun apríl þetta ár, þannig að ég held að menn hafa svolítið fengið það að kynnast í hversu mikilvægt þetta er einmitt að tengja betur saman, ekki stærri svæðið að byggðarlög en þetta og styrkir innviðina. Og svo líka bara, Bíldudalur og Patreksfjörður í sama sveitarfélagi, það þurfti að fara yfir 2 fjallvegi til þess að komast þangað innan sama sveitarfélagsins. Þannig að það er og ef að þeir kæmu alvöru samgöngubætur þar myndir náttúrulega Tálknafjörður og sameinast Vesturbyggð til sammeð, sko, og gerist örugglega áður en að göngin koma en fyrirtækin eru farin að starfa í öllum þessum 3 byggðarlögum þetta þarf og Súðavík og Ísafjarðarbær og allt þetta. Þetta er eitt atvinnusvæði. Þetta er allt eitt atvinnusvæði og þú sér það að það getur verið að veturna styttra fyrir fólk á Patreksfirði að fara, sko, þess vegna til Egilsstaða heldur en til Ísafjarðar, sko, bara með flugi, sko. Nú telur þingflokkurinn 17 manns, það eru 17 þingmenn í þingflokknum og við eigum til viðbótar 113 sveitarstjórnarmenn allt land sem við erum mjög stolt af og svo, sko, mörg hundruð aðra trúnaðarmenn, stjórnarmenn og fleiri trúnaðarmenn í sjálfstæðisfélögunum allt land. Ég svona reikna með að sveitarstjórnarmenn og aðrir trúnaðarmenn séu duglegir til að koma á móts við ykkur og svona að velta fyrir mér, er ekki mikilvægt að nota þessar ferðir til að efla samtalið á milli þessara hópa og svona hvernig við getum gert enn betur í því og styrt okkur sem heild? Jú, þetta er alveg gríðarlega mikilvæg punktur sem kemur inn á þarna og það er, sko, sem ritari flokksins, þá finnst mér að við þurfum einhvern veginn einmitt að stilla okkur aðeins betur saman það að þingmenn og sveitarstjórnarmenn eru bara rétt við erum bæði kjörnir fulltrúar og sikkur í stjórnsýslustiginu sem er jafn rétt há og við erum bara ein vél og svo erum við með og bæði þessi stjórnsýslustig þurfa á þessum öflugu trúnaðarmönnum að halda og öll erum við bara þau sem rædd okkar hugsjóna og þannig að við leggjum mikið upp á því að vera í samskiptum við heimamenn og heimamenn fái svolítið ráða ferðinni þannig að við getum hjálpað þeim að leggja áherslu á það og hjálpa þeim í sínum störfum, í sínu samfélagi. Þau eru að taka þessi trúnaðarstörf fyrir flokkinn þar í pólitísku starfi til þess að byggja upp sitt samfélag og þau taka þátt í sveitarstjórnunum og þannig að við erum komin til þeirra á þeirra forsendum og þá kynnumst við líka. Þannig að þegar við erum svo hefur þetta áhrif langt út fyrir ferðina af því að hringferðina því að svo þegar við fyrir að vinna í málefnunum þá vitum við hvert við erum að leita til þess að fá nánari upplýsingar. Við erum búin að sjá þetta á vettvangi líka fyrir fólki heim í héraði ef það kemur eitthvað mál upp þá er miklu einfaldara fyrir þau að hringja í mig sem er umhverfis- og samgöngunefndinni þó ég sé þingmaður Suðurkjördæmis og viðkomandi búi á Dalvík eða Siglufirði eða eitthvað, þá bara ég hitt hann þarna á miklu styttri boðleiðir. Þannig að ég held að þetta hjálpa okkur í báðar áttir, alveg gríðarlega. Nú ferðist þið saman í rútu og eru saman frá morgni til kvölds, þingflokkurinn og starfsmenn þingflokksins.
Hvernig stemmingin í hópnum? Verður engin þreyta svona þegar menn eru búin að vera saman dag eftir dag eftir dag? Sko, versta stemmingin og mesti pirringurinn, það var áður en að fyrsta ferðin fór af stað. Bara ætla að fara að láta okkur vera í rútu, það var allskyns sjónarmið sem að heyrðust og það var bara alveg óljóst hvort allir ætluðu með. En svo einhvern veginn bara lögðum við á stað og bara frá því við löbbuðum inn í rútuna fyrir utan Valhöll, að þá var bara gleði og þetta bara vill enginn missa af þessu. Þetta ótrúlega gaman og þetta svo mikil stemming og það margt sem kemur upp og mikið líf og fjör, þannig að þetta einhvern veginn hefur ræst miklu betur úr þessu heldur maður þorði að vona. Vissulega komið mikil þreyta og aðeins týnst úr hópnum að menn fara aðeins fyrir og eitthvað svona, en það ekki verið eins mikið eins og maður bjóst við, sko. Þannig að ég man aldrei eftir slagsmálum allavega, en stemmingin var meiri og fólk var einhvern veginn meira til í þetta heldur maður hélt, sko. Þannig að... En væntanlega notið líka eitthvað tíman í rútun á milli staða, þið farið og skoðið eitthvað, sjáuð eitthvað, farið á fund, fáið eitthvað upplýsingar og þetta væntanlega notið tíman til þess að ræða málin líka í rútunni. Já, sko þetta líka sérstaklega fyrir okkur þingmenn þetta rosalega gott að geta bara króað ráðherrana af þannig í rútunni og farið yfir öll málin og svo verið að kynna eitthvað fyrir þingflokknum og þá getum við fylgt í eftir rútunni, en við höfum líka markvisst gert það að eftir hvert stað að þá að hafa starfsmenn þingflokksins farið rútuna og bara yfirheyrt hvern og einn þingmann hvað var rætt og allt þetta, sko. Þannig að, já, við nýtum tíman á milli staða mjög vel, sko. Einmitt að fara yfir málin og skrá þetta hjá okkur og svo bara spila lögin á milli, sko. Þetta 5. hringferðin, þannig að þú ert búin að fara ansi oft. Hvað svona eftirminnilegast hjá þér úr þessum hringferðum? Eftirminnilegast, sko. Ég man kannski ekkit þannig nema kannski bara Fýlubókafélagið, sko, sem satt alltaf aftast í rútunni og ætti að gera var svona vissir skemmtanastjórar ferðarinnar og en við erum búin að fá bara svo margar góðar móttökur og við erum að gera það aftur núna í Bolungarvík og erum á Suðureyri síðast, það svona árshátíðir sem við fáum og við fáum mjög mikið gott að borða. Ég man sérstaklega kannski eftir einu að það svona nokkur atvik eins og að við stríðum þá þorðið náttúrulega alltaf á því, en þá erum við svo vanalega að fá mjög mikið að borða í þessum ferðum og stundum svolítið mikið á súpu, eins og séum á súpukúrnum. En einn daginn þá bara einhvern veginn var búist við að fengjum svona mikið að borða eins og alltaf. Þannig að það var ekki gert ráð fyrir hádegismati eða neinu matinn í prógramminu. Þannig að þegar við komum bara klukkan 10 kvöldið til Ásgeirsloga á Ólafsfjörð og þá var þessi því líka veisla, sko, bara eins og væri fermingaveisla í gangi og allir áttu alveg. Og svo hefur nú Jens Garðar líka vanalega beðið með 20 kíló af lambakjöti eða hrindir af bollur og þannig að við erum að koma seint á kvöldin og það bara ýmislegt svona, sko, þannig að en alltaf gaman og alltaf einhver ævintýri, sko. Þú nefndir Fýlubókafélagið áðan og nú einn þeirra að hverfa á braut úr þinginu eftir 10 ár en þeir eru að fara að hitta hann á 5. væntanlega á Akranesi. Kannski bara svona lokum, hvað viltu segja við íbúa þessara svæða sem þeir eru að fara að heimsækja nú næstu dögum? Hver eru lokaskilabúðin? Bara að við vonast þess að sjá þessum flest og okkur hlakka mikið til að koma og við höfum alltaf sagt það og ég held við séum flest sammála það að þetta svona það skemmtilegt sem við gerum að fara út og hitta fólkið, komast svolítið út á vettvanginn í raunhagkerfið. Þannig að við bara segjum verið ófeimin og bara mætið og tækja okkur að tali og það má gagnrýna okkur og koma með skýr skilaboð en það bara aðalatir að mæta og hittast og taka samtali, sko. Við látum þetta vera loka orðin í þessum 70. þætti Pólitíkurinnar. Við Vilhjálmur Árnason, ritari Sjálfstæðisflokksins, höfum verið saman að spjalla framhald hringferðar þingflokks Sjálfstæðisflokksins.
Akranes, Búðardal og Vestfirði í lok þessarar viku. Takk fyrir komuna í Pólitíkina, Vilhjálmur. Ég óska ykkur í þingflokknum góðrar ferðar og ég veit að það verður tekið vel á móti ykkur allt þetta svæði. Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina, lifið heil.